Velkomin í viðtalinn á Karavan.is. Takk fyrir það. Nú var spilaður leikur við Grikk í dag. Já. Erfiður leikur, stórt tap. Geturðu sagt mér framvindu leiksins? Já, við vorum að mæta Grikkjum sem er liðið frá 3. sæti í B-deildinni í fyrra. Við erum með 5 stelpur ennþá að spila með liðinu sem voru með í fyrra og það eru mjög sterkar, svona aðeins tala Grikkina og sterkast aðstæður líklega sem er í okkar riðli. Við vorum búin að horfa svolítið að það eru hávarsnar og svona mikið innsætleik og við okkur tókst að aðlagast svolítið vel þeirra leik, framleik og að mínu mati voru að spila bara að fanta vel í fyrraleik og 14 stiga munur og svona meiri sé að hefðum getið verið enda nærri en svo kemur þriðleikti þá fara að skipta miklu betur öll í hjá okkur og miklu hraðar og vörnum eru aggressífur hjá þeim og við fáum svona fullt af blöðum tuskum í andlitið hinum megin, þannig að þetta var svona þriðleikli var svona ekki banabiti hjá okkur, töfum honum held ég með 20 pluss stigum. Það en svo svona komum við tilbaka í lokin og náðum að skeppa þær aftur. Já, góðu karakter í liðinu, eins og þú segir, byrjum vel leikinn. Er einhverju jákvæða punktar sem tekið út úr þess að byggja á fyrir næsta leiki? Já, mér finnst klálega mjög gott huga fyrir leiknum og svona flott hvernig við aðlöfum hlutunum sem við ætlum að breyta eins og fyrir leikjum í leiknum í dag og gekk bara vel svona mestu leyti og svona, já, meðan svona trúin á verkefnið er að aukast áttur að við höfum spilað alveg bara svona frekar, já, fór svona eitthvað ít okkur aftur út öllu í þriðja leikilda þá ætlum ég að reyna svona að horfa á jákvæða í hinum leiktunum og ég held að sé alveg klálega eitthvað sem byggt á. Glæsilegt þeirra. Hvað viltu segja við þennan fjölmörgu aðdáendur sem eru heima á Íslandi? Já, maður finnur bara hjá sig sko. Þeir sem að sjá þetta, hann er að senda mér messenger kannski. Eða hatta aðstofþjálfarinn minn, hann tekur á móti. Takk fyrir hérna.